Þórður Sigurðsson hjá Orkuveitu Reykjavíkur með 3 stuttar spurningar. Já. Fyrst til lagi, eru það fjármagnar rannsóknir erlendis að þessu út fyrir Bandaríkin? Já. Beint eða gegnum fyrirtæki? Sko, við leyfum venjulega, þegar við biðjum umsóknir fyrir styrki, þá má 20% fara til erlenda aðila. Þannig að erlendir aðilar mega ekki vera aðal styrkþeginn, en mega spila inn 20% af verkefninu. Kannastu við að að gera einhverjar rannsóknir í Bandaríkjunum varðandi skilja í sundur CO2 og H2S? Nei, ekki á okkar vegum. Ég ekki heldur sem ég hef heyrt í Kaliforníu. Þriðja stutta spurningin. Ég sýndi Sveini glæru að þú varst með borhólurum sem eru 10 km djúpar. Það er ekki, við setjum það sem markmið fyrir tæki að þau geta þolað þrýsting á þannig dýpi, en erum ekki með það djúpar hólur. Já. Hversu hátt hlutfall af hittakostnaði styrkjum? Það fer eftir verkefnunum á svona rannsóknarverkefnum sem eru ekki vettvangsrannsóknir, þá borgum við alltaf 80% og hjá rannsóknarstofunum þær geta ekki borgað með sér og þær eru styrktar bara af okkur, þannig að þá borgum við oft 100%. Í vettvangs þá það venjulega 50-50 sem er kostnaðarhlutfalli. Já. Sverrir Þórðarsson hjá Ísa. Þú ert yfir þessari lághitadeild og ég var að reyna að hlusta eftir því eitthvað að frétta notkun lághita. Ég heyrði ekki neitt það. Já, þannig að lághiti þess vegna sagði ég hann skilgreindur öðruvísi okkur heldur en og þegar undir 300 gráðum F eða 150 C. Og það áherslan á orkuvinnslu úr þeim hita en ekki hitaveitum en við erum með nokkur verkefni sem að vinna í að gera hitaveitu eða gróðurhús eftir að búin að búa til orku en áherslan á orkuvinnslu og það hefur svolítið fallið milli hluta hinn parturinn af lághitanotkun. Við vorum með varmadælur í okkar prógrami fram að 2011 og þá blandaðist þetta betur saman en þær voru færðar yfir til deildarinnar sem sér byggingar út í hún sér húshitun og annað til að reyna að bæta nýtni þar, þannig að það hefur fallið meira þar heldur en hjá okkur. Já. Þá einhver önnur deild sem að styrkja verkefni kannski eins og fjölnýtingu eða eitthvað slíkt lítil fiskilegna? Sko, það ætti í raun að vera hin deildin meira en þeir gera það ekki. Þannig að það held ég líka eina af ástæðunum fyrir pólitískum þrýstingi til að setja peninginn í lághita að þrýsta ráðuneytinu meira til að gera fjölnýtni og meiri hluti en öll endurnýjanlegar orkudeildirnar fókusera á orkuvinnslu en ekki eitthvað annað og þess vegna hefur það bara ekki komist í gegn. Já. Er ykkur dæmi sem þú ert með nýlega samstarf Íslendinga og þar sem peningar fara að sína? Það er eitt stórt verkefni. Peningar að fara í búnaðinn á Íslandi en ekki, ég veit ekki hvort það er samstarfsverkefni milli Háskóla Reykjavíkur og ég held að Hitaveita Suðurnesja og þetta á Reykjanesi en okkar peningar fara til Lawrence Berkeley National Lab og MIT og þeir eru að gera MT og EM Joint Inversion verkefni og Seismic á Reykjanesskaganum og þeir eru alltaf að gera Reykjanes, þeir eru alltaf líka að gera Kröflu held ég og svo eru þeir að gera Kosovo svæðið í Bandaríkjunum og bera þetta saman og gera andhverfu reikninga á þessu. Það eru fjallar aðeins lausneinsgasi, mikinn uppgang þar. Já. Hvaða áhrif heldur þessi miklu uppgangur hafi á nýtingu þessara endurnýjanlegra orkulinda annarra í Bandaríkjunum, þar sem jarðvarma. Þetta mikill vöxtur, þú segir að vöxturinn svo mikið að það sé að flytja út. Já. Ég býst að þið flytið frá Kanada eða Mexíkó, flytið eitthvað eitt annað. Hvaða áhrif heldur þetta hafa líka með þessi 147 verkefni? Við erum að tala lághita til orkuvinnslu og háhita til orkuvinnslu. Voru þetta allt verkefni þar sem háhitinn? Þetta er allt orkuvinnsluverkefni, en hvort sem það er bæði
alveg frá bara allur skalinn af hitastigum í rauninni sem að þú getur framleitt orku úr. Leirsteinsgasi mun hafa áhrif og það er að hafa áhrif núna og til að orkuverð er að lækka í Bandaríkjunum út af því. Þeir eru í rauninni að framleiða svo mikið gas að þeir eru að henda gasi og þeir eru að brenna gas bara á staðnum út því að þeir get ekki selt það fyrir pening sem að borga sig. Þetta eru $1–2 á rúmfettið og þeir eru ekki bara að hugsa nefnilega að senda það til hérna Kanada og Mexíkó. Ég fór á fyrirlestur hjá hérna forstjóra BP, sem sagt endurnýjanlegur orku BP sem að vinna 5.000 manns hjá sem það er ekki lítill partur af fyrirtækinu og hún var að segja að það er verið að breyta breyta jarðgasi í vökva og þeir eru að gera það líka til að fara til Asíu með þetta. Þannig að samkeppnin við endurnýjanlega orkugjafa hagkvæmnislega séð mun aukast og mun gera hlutum erfiðar uppdrátta. Og það sem mun líka spila þátt í því er að skattaívilnanir fyrir endurnýjanlega orkugjafa eru að renna út og hvort að þeir munu halda þeim áfram og til einhverja nokkra ára en ekki bara 1 eða 2 mun skipta máli í uppbyggingu. Já. Þetta hefur svona fyrirlestur fyrir 4–5 árum þá hefur þið heyrt að minnstakosti orðið Kyoto einu sinni. Þetta algjörlega komið til hliðar sem loftslagsmálin í þessum orkudiskusjónum? Mjög mikið. Það er talað um hreina orku og forsetinn er með hreinar orku markmið 80% hrein orka árið 2035 en hrein orka er bæði jarðgas og það er bara talið aðeins minna þessi 50% á við til dæmis jarðvarma og kjarnorka og svo endurnýjanlegar orkugjafar og þegar þú talar um að auka fjármagn til endurnýjanlega orkugjafa í Bandaríkjunum þá talar um hreina orku, þú talar um öryggi þjóðarinnar og svo talar um loftslagið. Og það er magnað þegar ég ferðast Bandaríkin, ég ferðaðist til dæmis var að fljúga til Kaliforníu í fyrra og stoppaði í Texas og bara á flugvellinum og Bandaríkjamenn byrja alltaf að tala við mann og hvað gerir þú? Ég sagði mig inn í orkumálaráðuneytinu, á að leggja það niður, þetta er bara rugl, þetta er endurnýjanleg orka, þetta er rugl og það á enginn að gera þetta og þetta er ekki óalgengt að heyra þetta, sérstaklega í þeim landshluta. Já. Kom fram í MIT skýrslunni að meginhópensinn í hópensinn í Bandaríkjunum liggur í NH450 Já. Jafnframt mikið hópens í supercritical sem Eskils. Er þið grunnum einhverjar rannsóknir sértæklega einhvers staðar? Nei, ekki fyrir utan það sem er í gangi hér. Við höfum ekki fengið það hefur ekki verið reyndin að við séum að neita styrkumsóknum út í að við vorum með, til dæmis 2011 báðum styrki í bara óhefðbundna jarðvarma orkuvinnslu og þar eru nokkur verkefni að gera svona hagkvæmnisathuganir og fara svo og kannski gera eitthvað á næsta ári en það hefur ekki verið mikil virkni í því. Skýrst þetta ekki að það sé boðið upp á möguleika? Já, eins og þarna þá hefði verið hægt að bjóða en ég las að vísu ekki allar umsóknirnar en við höfum ekki sett áherslu á það heldur, það er rétt. Hvað er þessi vökvi R153? Þetta er sem sagt vinnsluvökvi sem notaður, ég kann ekki betur skila á honum en þetta er vinnsluvökvi sem er notaður í tvívökvastöðvar. Í bónusspurning, hvernig segir Bandaríkjamenn Hildigunnur? Ég er alltaf kölluð Hidda, en þeir segja Hildigunnur og svo bæta alltaf T-i við í Torstensson eða eitthvað. Eftir ég var teymistjóri þá var ég oft kynnt svona þegar yfirmaður minn er að halda, við erum 3 og segir já aðalfólki í þessum 3 deildum. Hann segir það aldrei rétt. En fólk
Og líka ef að fólk, því þarf að stafa e-mailið minn í síma, það tekur líka. Ég vildi að þeir hefðu eitthvað styttra. En þetta er sem sagt símanúmerið mitt og e-mailið minn, ég er líka með kort, þannig að endilega eina ástæðan okkur ég vildi kynna hvað við erum að gera er að til að reyna að auka kannski rannsóknarfjármagn og samvinnu milli landana. Eitt af því sem hefur gerst með þegar maður vinnur í ráðuneytinu þá tala allir við mann og vilja allir segja manni hvað maður er að gera út, hvað þeir eru að gera út því maður er ekki samkeppnisaðili, heldur gæti hugsanlega að gefa þeim pening. Þannig að svona tengslanetið mitt í Bandaríkjunum er frekar stórt og mér var í sönn ánægja til að tengja það við ykkur. Þegar þið bjóðu styrki, Já. er þið skilgreina verkefni alveg fyrir það? Já, við... Og sendu út tilboð, ekki tilboð í bóðabýtjum? Já, eða sko, verkefnin eru ekki skilgreind. Eins og í fyrra þá báðum við bara nýjar jarðeðlis og jarðefnafræðilegar aðferðir sem myndu bæta hæfileika okkar til að finna ný kerfi. Og skrifum þetta var svona löng klausa og þetta mætti vera upp til 3 ára í 2 fösum eða 2 þáttum og svo en við biðjum mikið af nákvæmni frá þeim sem að sækja Það eru 20 blaðsíður venjulega hver umsókn, pluss kostnaðarupplýsingar og þeir sem eru að vinna með þeir og svoleiðis. Það er talsvert diskussjón út af þessar gasvinnslu skjálftavirkni sem að fylgir og svona mjög krítiskur umhverfisþáttur. Er það eins í EGS rannsóknum? Það er, sko, við höfum lagt mikla áherslu á að vinna að því fyrirfram, þannig að verði ekki vandamál. Það er náttúrulega sköpuð skjálftavirkni þegar þú ert að opna sprungur undir jörðinni. Það var að koma út skýrsla frá National Academy of Science manngerða skjálftavirkni frá ekki bara jarðvarma og jarðgasi, heldur líka CCS, Carbon Sequestration, og þar var eiginlega sett stærsta rauða flaggið þar út. Það hefur sýnt sig að mesta skjálftavirkni fer eftir hvað þú ert að dæla mikið niður af því sem ef það er ekki breyta jafnvæginu í jörðinni og bæði í jarðvarma og í jarðgasi, þá ert að reyna að halda jafnvægi á geimnum, þannig að þú ert að reyna að halda þessu í jafnvægi, en í CCS ertu ekki að gera það. Þú ert að reyna bara að losa þig við koltvísýring í jörðina. Þannig að það var sett meiri svona rautt flagg þar. Og annað sem að við höfum þegar við byrjum veitingaferlið í Newberry, Oregon, það var fyrsta verkefni þar sem var bæir rétt hjá mikið af fallegum svæðum hana. Og þannig var mikið lagt í að tala við fólk á svæðinu og þeir höfðu miklu meiri áhyggjur af vatnsnotkun heldur en skjálftavirkni. Og það er ekki svo mikið af fersku vatni hana og hvað notið mikið vatn og hvað lengi og það sem það var reiknað út það er bær sem heitir Bend sem er rétt hjá og vatnið sem þeir ætla að nota til að örva kerfið er eins og einstaksnotkun þess bæjar. Þannig að setja þetta í samhengi við það sem að fólkið notar. Já. Ég er með 2 spurningar. Sjáðu ekki styrkta aðila listanum? Já. Ég sjáðu ekki Chevron, er hann ekki inni? Nei. Chevron, þeir eru með jarðvarma í Asíu, þeir eru með jarðvarmadeild í Bandaríkjum og ég frétti daginn, ég held að séu svona 12 mann sem vinna þar, en þeir hafa ekki sótt styrk hjá okkur og þeir eiga sitt eigið fjármagn, það eru svona, þú þarft að gera allt opinbert þegar þú ert með rannsóknir í okkur og svoleiðis og þeir virðast bara ekki vilja. Annan spurninga, eru þið með í samvinnu við Afríkuríkjana? Við erum ekki með það. Það eru samt margar stofnanir í Bandaríkjunum sem eru það. Til dæmis USAID er að vinna verkefni núna, er að fjármagna Geothermal Energy Association til að vinna sérstaklega í Austur-Afríku og Exim Bank sem er Import-Export bankin í Bandaríkjunum veitir styrki og lán réttar að segja. Og það eru nokkra stofnanir sem að reyla fleiri stofnanir og meira fjármagn í boði fyrir verkefni utan Bandaríkjunum heldur en inn í Bandaríkjunum, fyrir framkvæmd og að byggja upp jarðvarma. Ef þú ert bandarískt fyrirtæki. Eva, Guðni, það er þakkuð.